Formaður utanríkismálanefndar Alþingis segir að WikiLeaks myndbandið frá Bagdad verði rætt í nefndinni. Til greina komi að biðja Íraka afsökunar á stuðningi íslenskra stjórnvalda við Íraksstríðið. Írakar eru reiðir vegna myndbands sem vefurinn WikiLeaks birti í gær og sýnir bandarískar árásarþyrlur ráðast á almenna borgara í Bagdad fyrir tæpum 3 árum. Guðjón, þú hefur fylgst með umfjöllun málið í dag. Já, Páll, málið hefur fengið töluverða umfjöllun í erlendum miðlum víða heim í dag. En Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig myndbandið og bandaríska varnarmálaráðuneytið ekki staðfest formlega að það sé ósvikið. Það hafa ónafngreindir heimildarmenn úr ráðuneytinu hins vegar gert í viðtölum við erlenda miðla. Bandarísk hermálayfirvöld hafa vísað í rannsóknarskýrslu sem unnin var árásina þar sem niðurstaðan var sú að hermenn hefðu farið að reglum og talið sig vera að skjóta á uppreisnarmenn. Talsmaður hersins segir málið hafa verið rannsakað strax og ekki reynt að hilma yfir neitt. Írakar eru reiðir vegna þess sem sést á myndbandinu. الامريكان سووا هوايه اشياء هاي واحده يعني صغيره يعني بالنسبه اللي سووه يعني وهاي مشيهم من اول ما جو للبلد لهسه يسوون الجرائم بعدين هم يطلعون نفسهم بالمظهر البريء. Meðal þeirra sem fjallu í árásinni voru ljósmyndari og fréttamaður frá Reuters fréttastofunni, báðir íraskir. يعني هذه الجريمه تضاف إلى جرائم القوات الأمريكية بحق الصحفيين العراقيين وبحق المدنيين. هناك جنود يتعاملون بفظاظة وبقسوة كبيرة مع المواطنين ومع الصحفيين أيضا. Early on in this kind of a war, troops were not showing always the kind of restraint that's commonly recognized as essential in a counterinsurgency. Hörð viðbrögð hafa verið við því orðbragði sem bandarísku hermennirnir viðhöfðu meðan á árásinni stóð, svo sem þar sem hermaður segist vona að særður maður taki upp vopn svo hægt sé að skjóta hann aftur. Young soldiers in war zones tend to say things and act in ways that we might find a little less noble or heroic than we would sometimes like to believe. These are often very young kids in dangerous places. WikiLeaks boðar að myndbönd af fleiri viðlíka eða verri árásum verði birt á næstunni. Þar á meðal upptaka af árás í Afganistan í maí í fyrra þar sem 97 létust. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur koma til greina að biðja Íraka afsökunar á stuðningi Íslands við innrásina í Írak. WikiLeaks myndbandið verði rætt á fundum nefndarinnar. Árni Þór Sigurðsson, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, segir myndbandið átakanlegt og sennilegt að það komi til umræðu í nefndinni. Vegna þess að við erum með nú þegar í umfjöllun hjá utanríkismálanefnd þingsályktunartillögur aðdraganda Íraks stríðsins og aðkomu íslenskra stjórnvalda að því. Þannig að við munum væntanlega ræða þetta í því samhengi á. Birgitta Jónsdóttir, fulltrúi hreyfingarinnar í utanríkismálanefnd, sagði í viðtali í Morgunútvarpinu í morgun að réttast væri að Íslendingar biðji írösku þjóðina afsökunar vegna stuðnings íslenskra stjórnvalda við innrásin í Írak. Eitt af því sem við munum ræða í tengslum við þau þingmál sem við erum með til umfjöllunar að sjálfsögðu skipun einhvers konar rannsóknarnefndar að það verði birt öll gögn aðdraganda þessar ákvörðunar íslenskra stjórnvalda og þar af leiðandi hlýtur það einnig að koma til álita við skoðum einhvers konar afsökunarbeiðni. Þannig að það kemur til greina að biðja Íraka afsökunar og hafa stutt stríð. Ég tel að það komi mjög vel til álita að gera það, já. Kristinn Hrafnsson, fréttamaður og Ingi Ragnar Ingason, kvikmyndagerðamaður, koma frá Írak í kvöld þar sem þeir hafa kannað árásina og afleiðingar hennar. Nánar verður fjallað málið í fréttum og Kastljósi næstu daga. Myndbandið sem WikiLeaks birti í gær og sýnt var hér í Kastljósi þar sem sést hvernig hópur manna á götu í Bagdad hreinlega þurrkaður út með skothríð úr þyrlu Bandaríkjahers hefur vakið mikla athygli hérlendis sem erlendis. Við ræðum við 2 þingmenn stríðið í Írak sem nú hefur staðið í 7 ár og hvergi nærri lokið. Við heyrum líka í framkvæmdastjóra Amnesty International á Íslandi en hún segir lífskjör almennings í Írak ekki hafa batnað eftir innrásina árið 2003. Dómskerfi sé í molum, pyntingar séu daglegt brauð í yfirfullum fangelsum og stór hluti barna þjáist af vannaringu. En við byrjum á að heyri í þeim Þórunni Sveinbjarnardóttur, þingkonu Samfylkingarinnar og Pétri Blöndal, þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Þau greinir á ýmislegt en hvorugu kom á óvart að sjá á myndbandinu í gær það sem gerðist á götuhorni í höfuðborg Íraks árið 2007. Það var þetta hræðilegt að sjá þetta gerast með þessum hætti og frá sjónarhóli hermannanna, bandaríska herliðsins og heyra orðaskiptin þeirra á milli. En því miður þá kom þetta mér ekki óvart og ég hrædd að það séu þúsundir annara dæma í Írak og reyndar í öðrum stríðum sem séu álíka, en eru það yfirleitt
óbreyttir borgarar og saklausir áhorfendur sem eru fórnarlömb í stríði. Það vakti nú deilur á sínum tíma og í sjálfu sér ennþá að Íslendingar skyldu styðja innrásina. Breytir þetta einhverju fyrir okkur? Það breytir því ekki að það var og rangt að styðja stríðsrekstur með þessum hætti. Þetta var bæði ólöglegt og óþarft stríð og það í rauninni ennþá, enda eins og sjá má af fréttum frá Íraka þá er því ekki lokið. Það er ennþá verið að takast á, það er ennþá verið að drepa fólk, það er ennþá bandarískt herlið í Írak. En ég held hins vegar að það sem við sáum í sjónvarpinu í gær hljóti að hitta fólk hér illa fyrir vegna þess að það er miklu þægilegra að ýta frá sér því sem maður sér ekki með þess áþreifanlegum hættum sem við sáum í gær. Og þetta var eins og þú segir, gerðist fyrir 3 eða 4 árum. Frá því að innrásin hófst hafa liðið 7 löng ár og öll þessi dæmi hafa náttúrulega ekkert ratað í fréttirnar. Það er varla hægt að draga allt herlið burt og segja að nú verið að sjá ykkur sjálf eins og staðan er. Er þetta ekki vítahringur? Auðvitað er þetta vítahringur og það er vítahringur þegar það lönd, stjórnvöld, Bandaríkjanna og Bretlands í þessu tilviki ákveða að gera innrás í annað land algjörlega óundirbúið og vanmeta gjörsamlega aðstæður í landinu og þekkja þeir hreinlega ekki. En þeir komu sér í þetta með stuðningi Íslands þegar það var því miður. Við skulum samt ekki gleyma því að stuðningur Íslands var dreginn tilbaka af utanríkisráðherra árið 2007. Þannig að við höfum gengið frá því máli, en ég held hins vegar að Írakar sjálfir verði að ráða sinni framtíð og ráða fram úr sínum málum. Það er auðvitað ekki einfalt frekar en fyrir önnur ríki eða aðrar þjóðir. En mér sýnist af þessari 7 ára reynslu að bandarískt herlið í Írak sé ekki að hjálpa til. Nú hefur verið lögð fram þingsályktunartillaga rannsókn til þess að komast að því nákvæmlega hvernig það kom til að Ísland liði sinn stuðning á sínum tíma. Hvenær gerist það og hvað áttu vona að koma út úr því? Já, ég vona að öll gögn verði sett upp á borðið og leynd aflétt af skjölum eða minnisblöðum eða samtölum eða öðru slíku og vonandi liggur það fyrir. Vonandi liggur einhverjar upplýsingar fyrir það í stjórnarráði Íslands hvernig svo ákvörðun var tekin og hvers vegna hún var tekin. Eins og að þá vitum við ekki annað en að 2 ráðherrar, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, hafi bara ákveðið þetta upp á sitt einsdæmi og svo var það tilkynnt. Alþingi kom hvergi að því. Það var engin spurður og það voru 2 karlar sem ákváðu að styðja þessa innrás og í raun og veru fóru með orðspor Íslands sem friðelskandi þjóðar í svaðið með því að gera það. Ég spyrði bara sem alþjóða stjórnmálafræðing, nú var staðan í Írak heldur ekki góð með Saddam þar sem innræðisherra eftir margra ára viðskiptabann og svo framvegis. Hvað átti að gera frekar? Átti að reyna áfram diplomatiska leiðir sem höfðu ekki gengið? Auðvitað var staðan í Írak hræðileg og Saddam Hussein var hræðilegur einræðisherra og harðstjóri. En þeir finnast víða lönd, í mörgum löndum, í mörgum ríkjum sem að ráðast gegn eigin borgurum og murka úr þeim lífið. Það er samt ekki þannig að ríki heims eða einhver tiltekinn taki það að sér að ráðast inn í slík lönd. Menn fóru inn í Írak af því að það var strategískt mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn. Þeir þurftu á því að halda eftir innrásina í Afganistan, þeir þurftu að koma sér vel fyrir í Miðausturlöndum, þeir þurfa að gæta hagsmuna Ísraelsríkis sem þeir styðja með ráðum og dáð og það voru þessir hagsmunir sem réðu innrásinni í Írak. Hans Blix sem að vissi meira en allir aðrir stöðuna vegna leitina að gereyðingarvopnunum sem aldrei fundust. Gereyðingarvopnin voru ekki í Írak og þau hafa aldrei fundist. 7 árum síðar eru þau ekki fundin. Ef að menn hefðu kannski hlustað á hann og hlustað á framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og hlustað á þau ríki sem að vöruðu við því að þetta yrði gert, að þá hefðu ekki 100.000 Íraka látið lífið á síðustu 7 árum. Hvað finnst þér þetta myndband sem var sýnt þarna á Wikileaks í gær og þarna frá Írak? Þetta sýnir bara skelfilega hliðar á stríði, eins og stríð alltaf. Þess vegna er alltaf að vinna því að reyna að koma í veg fyrir stríð. Hins vegar held ég að leiðin til þessi ekki svo að gefast upp. Þannig að því þá ná þessir menn sem að til dæmis stjórnuðu þarna áður, þeir ná það yfirhöndinni. Það var viðskiptabann í Írak í 10 ár eða lengur
og Saddam Hussein sem hafði tapað stríðið löngu áður, hann fór ekki eftir friðarsamningum og þá var annarkvæmt í mínum huga að bara aflétta viðskiptabanninu og leyfa honum að vera áfram við völd og gera það sem hann vildi við síðan þjóð eða þá að grípa til innrásar. Þannig leit ég nú á þetta og það voru margir að þeirri skoðun að þetta viðskiptabann hefði valdið alveg óhemju hörmungum í þessu landi. Það var barnadauðinn var óskaplega hár, kom meðal annars fram í þingsályktunartillögu frá Steingrími J. Sigfússyni og fleirum á Alþingi að barnadauðinn væri gífurlega hár í Írak undir stjórn Saddam Husseins og nú menn standa fram fyrir því að gera eitthvað eða gera ekki neitt og við höfum því miður gert alltaf oft ekki neitt. Ertu enn á því, Pétur, að þessi ákvörðun sem að tekin var og þetta undir því fororðið að þarna ætti að finna gereyðingavopn að hún hafi verið rétt? Ég var ekki svo mjög trúaður á þessa kenningu gereyðingavopnin. Hins vegar var ástandið í landinu þannig að það var bara ekki við það unandi. Og sérstaklega ef það var að sökum viðskiptabann sem Sameinuðu þjóðirnar settu á, en framfylgdi svo ekki öðrum ákvæðum friðarsamningu við Saddam Hussein, þannig að hann var áfram völd og hann væri sennilega ennþá völd ef ekki hefur gripið inn í. En telurðu að reynslan sýni að þetta hafi verið rétt með það ástand sem í Írak núna? Því að velkist nú vantar lengin í vafa það að ástandið vægast sagt ekki gott eins og það núna. Ástandið mjög slæmt en það var líka alveg, það var skelfilegt. Það var skelfilegt þar áður. Það sem að börn dóu úr hungri og alls konar misindisgerðir voru framkvæmdar sem hafa reyndar komið í ljós síðar. Þannig að ég held nú að svona, þegar maður tekur allt með inn í myndina þá hafa þetta rétt ákvörðun. En hins vegar hafa mann unnið ansi illa úr þessu stríði, sérstaklega Bandaríkjamenn. Telur þú þar að leiðandi að það sé engin þörf á því fyrir Íslendinga að gera upp sína aðkomu að þessu stríði á nokkurn hátt? Ég skal ekki segja, auðvitað þarf að ræða það og fara í gegnum kosti og galla og menn þurfa að reyna að setja sig inn í þá stöðu sem var á þeim tíma. En við höfum þess upplifað í Rúanda og í Srebrenica í Júgóslavíu óhæfuverk sem voru framin vegna þess að menn gerði ekki neitt. Og það voru framin óhæfuverk í Írak undir stjórn Saddam Hussein, þannig að maður þarf að taka það líka inn í myndina, ekki bara það sem gerist eftir hann er farin frá. Þetta myndband sem var sýnt þetta í gær, finnst þér það benda til þess að það sé að gangi eitthvað í þessum hernaði sem þarna þó að þetta sé orðið að vísu 30 ára gamalt? Finnst þér þetta benda til þess að þetta sé vinnandi vegur þetta stríð? Þetta myndband kom mér ekki á óvart. Stríð er stríð og það er alltaf skelfilegir atburðir sem gerist stríð, alveg skelfilegir. Ég er eindreginn andstæðingur þess að menn sé í stríði. En ef þetta hefur komið einhverjum á óvart, þetta myndband, þá erum við ekki að horfast í augu við veruleikann. Hann er bara allt annar. Og við erum að sjá til þess úr þessum dæmum sem ég nefndi áðan í Afríku og hérna í Júgóslavíu fyrrum, að það gera skelfilegir hlutir í stríði. Þess vegna eiga menn alltaf að vinna því að hörðum höndum að það verði ekki stríð. Og ég held að Íslendingar ætli þá að leggja sitt vog á lóðarskóluna til þess að styrkja ÖSE og aðra stofnanir sem er að vinna gegn því að myndi stríð. Þannig að þú ert ekki á því að það hefur verið rangt af íslenskum stjórnvöldum á þeim tíma að styðja þessar aðgerðir? Sko, sérhver ákvörðun er tekin á þeim tíma sem hún er tekin. Og menn þurfa að hafa í huga hvernig ástandi var í Írak áður en innrás var gerð. Og hvort við vildum hafa það ástand áfram. Það er það sem menn eiga að spyrja sig. Svo geta menn rætt um hvort það hafi unnist vel úr þessu stríði. Ég held að það hafi unnist mjög illa úr þessu stríði, mjög illa. Og það er gagnrýnivert, virkilega. Af því það hefur ekki náðst að ná velvilja írsku þjóðarinnar og það hefur ekki náðst þau markmið sem menn eiga ná og ég tel að menn hafi unnið stríðið en tapað friðinum. Jóhanna Eyjólfsdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International á Íslandi, segir skýrslur samtakanna sína að ástandið í Írak sé alls ekki betra nú en var á valdatíma Saddam Husseins. Réttarkerfið sé í mólum, dauðarefsingar og pyntingar hafi aukist, auk þess sem lífsskilyrði almennings séu verri. Hún telur nauðsynlegt að augu heimsbyggðarinnar beinist þangað á ný. Tímabært sé að Írakum verði tryggð eðlileg mannréttindi. Helgi Seljan ræddi við Jóhannu í gær. Það sem er erfiðast við þetta stríð er
að refsileysi virðist vera algjört. Það eru örfá mál sem hafa ratað fyrir dómstóla en 99% mála eru ekki rannsökuð almennlega og þeir sem bera ábyrgð, þeir sem gefa skipanirnar sæta engri ábyrgð og þurfa ekki að svara til saka. Í dag eru 180.000 manns sem að vinna á vegum enga herfyrirtækja í Írak. Ríkisherrir, þeir hafa skyldur samkvæmt Genfarsamningu til dæmis. Þessi engaherrir, þeir virðast vera undanþegnir slíkum skyldum. En ástandi í Írak hvað varðar refsileysi mjög alvarlegt og það virðist vera þessar rannsóknir sem oft lofa, þær fara ekki fram. En í fangelsum landsins eru þó yfir 30.000 fangar. Fangelsin eru yfir full og dómskerfið engan veginn réttlátt. Pyntingar eru mjög útbreiddar, Amnesty með skelfilega lýsingar af pyntingum frá írsku fangelsum í dag og þær eru síst betri heldur en ógeðslegustu pyntingalýsingar sem við fengum á tímum Saddam Hussein. Bandaríkjaherinn hélt mjög mörgum föngnum og hefur verið að láta þetta fólk núna í hendur íraskra yfirvalda að það fólk hefur oft ekki fengið einu svona ákæru, hvað þá dóm. Og ef þetta fólk kemur fyrir dómara að þá eru þessi réttarhöld búin eftir 5-10 mínútur, þannig að þetta eru bara sýndaréttarhöld. Annað sem Amnesty hefur líka mikla áhyggjur af í Írak í dag að dauðarefsingin það fyrir að beita henni mjög mikið. Bara á síðasta ári þá tókuður 120 manns af lífi. Það einhvern veginn ekkert sem virðist virka og það þeir sem að bera ábyrgðina, þeir komast upp með morð án þess að þurfa svara til saka. Og það á við alla, bæði þá sem eru á vegum hersins og líka uppreisnarhópana. Eitthvað sem bendir til þess að ástandið í Írak í dag sé að einhverju leyti skárra heldur en það var fyrir almenna borgara og blaðamenn til dæmis, heldur en áður en þessi innrás hófst? Það ekki hægt að bera þessi 2 tímabil saman. Fyrir innrásina þá þarna Saddam Hussein einráður og það var mikið af fólki í fangelsum vegna skoðana sinna. En líf almenna borgara, það var atvinnuleysi, aðgangur á skóla, heilsugæslu, öðru slíku, var svona í nokkuð góðu lagi. Aftur á móti eftir 2003 þá stríðsástand í landinu. Það var ekki stríðsástand í landinu undir Saddam Hussein nema á ákveðnu svæðum eins og í Kurdistan og svo á þessu tímabili sem þeir áttu í stríði við Írani. En í dag stríðsástand í landinu, það 60% atvinnuleysi. Það eru 2,2 milljónir manna sem eru á flótta í eigin landi. Aðrar 2 milljónir eru flóttamenn utan Írak. Fyrir stríð það voru 34.000 læknar í landinu. Í dag eru 12.000 læknar. Margir hafa verið drepnir og aðrir hafa farið í útlegð. Fyrir stríðið að þá var rafmagn mjög eðlilegur hlutur í húsum. Í dag bara hluti úr degi sem fólk hefur rafmagn ef það hefur það yfir höfuð. Það tala að 28% íraskra barna séu vannærð í dag. Ofbeldi gagnvart konum hefur aukist mjög mikið. Vopnaflæði inn í landið gífurlega mikið. Ástandið bara skelfilegt. Það ekkert annað orð til. Það ekkert öryggi og það komið tíma á það að íbúar Írak fái einhverja von að geta lifað í friði og öryggi og noti þeirra mannréttinda sem að allir íbúar landsins eins og við öll eigum rétt á. Kristinn Hrafnsson, fréttamaður og Ingi Ingarsson, kvikmyndatökumaður koma frá Bagdad í kvöld og munu halda áfram umfjöllun um málið í fréttum og Kastljósi á morgun.